Verður flutt leikritið með öðrum morðum. Svakamál á leikrit í ótal þáttum eftir Karl Kaldan. Persónur og leikendur í öðrum þætti: Johnny, Dustin Hoffman, Rita, Glenda Jackson, Max, Jack Nicholson. En eins og ég sagði, þá voru þetta persónur og leikendur í öðrum þættum þessum og ég nenni ómögulega að fara út í hvaða fíbl það eru sem leika í þættunum sem núna er á dagskrá. Hvað meinarðu? Hvað fáum við ekki að vita? Þegiði. Leikritið er að byrja. Annar þáttur meðal annarra morða. Þegar kvöldar færist ró yfir Jómfrúarspítalann. Gerilsneytt gólfin á göngunum endurvarpa daufri birtu frá útiljósunum sem berast inn gljáfæðra gluggarúðurnar. En á deild 317B er sitthvað á seiði, er seiðandi silungseiði, seilist í seinu, er síðan seitt með seiðmögnuðu seið á seiðasafn á Seyðisfirði og fyrirgefið, þetta var nú bara smá talæðing og kemur málunni ekkert við. En við skiptum yfir á deild 317B, þar sem skelfilegir atburðir gerast. Nei, guðabænum, ég er alltaf ungur til að segja, hjálp! Ég verð að komast í síma, ég var að láta vita af þessu. Hvað er þetta einan langt númer? Mér liggur á, andskotin hafið það. Já, þetta er orðið gott. Já, þakka þér fyrir. Já, halló. Já, halló. Er þetta hjá Harry Rögnvalds einkaspæjara? Þetta er hjá Harry Rögnvalds einkaspæjara. Já, gott kvöld. Þórður heiti ég. Þú verður að koma hingað á Jómfrúarspítalann eins og skott. Ég er því miður ekki við í augnablikinu, en ef þú heldur að ég geti aðstoðað þig eitthvað og ef þú heldur að þú getur borgað fyrir það, skildu þá endilega eftir skilaboð á símsvaranum eftir að píptónninn Já, en Harry, þú verður að gera eitthvað í þessu. Það er eitthvað meira en lítið undarlegt að gerast hér á spítalanum. Fólk hefur horfið í hrönnum og nú eru þeir að drepa mig. Þeir eru að koma. Það ætlar að drepa mig, Harry. Síðar kvöldið á skrifstofu Harrys og Heimis. Harry, þetta var nú bara góð fiskisúpa. Já. Þannig sem ég farið að langa til að geta eitthvað annað en þess að eilífu fiskisúpu. Já, en akkur erum við þú alltaf að fá okkur fiskisúpu, Harry? Það er þessi fjandans höfundar. Það stendur í handritinu að við séum alltaf að geta fiskisúpu. Ég skil. En heyrðu, Harry, Já. það er dálítið sem ég þarf að segja þér. Hvað er það? Sko, máttu ekki vera reiður, lofaðu því. Já, út með það, Heimir. Það er svo erfitt að segja frá þessu, Harry. En sko, þannig er að mér er oft ansi óglatt á mannana. Hvað segir þú? Og svo eru gervörtutur á mér, eitthvað svo aumar. Heimir? Já, svo fæ ég oft brjóstsviða og ég er líka farin að þykna undir belti. Ég ætla ekki að geta hneppt buxunum að mér í morgun. Heldur það geti verið að ég sé, ég meina, Harry, heldur það sé möguleiki að ég meina, gæti ég hugsanlega? Nei, Heimir, það getur ekki verið. Getur það hugsast að ég þvoli ekki alla þessa fiskisúpu? Nei, ég trúi því ekki, Heimir. Já, nei, mér datt það bara svona í hug. Harry settist í þungum þönkum. Heimir, minntu mig á að kaupa skrifborðsstól. Ok, Harry, Já. þú voru að fara að kaupa skrifborðsstól? Ég veit að ég var að segja það, maður. Ég veit, ég var bara að minna það. Síðan kveikti hann sér í sígarettu. Heimir, minntu mig á að láta gera við kveikjaran minn. Harry, Já. þú voru að fara að gera... Já, ég veit það. Já, hvað er þetta? Ok, ég var bara að minna það. Gáðu hvort eitthvað er á símsvaranum. Já, það er kaffibóll og yttari. Já, byrju, svo eru nokkra blekslettur á honum líka. Heimir! Þetta kalla mig, Harry. Hverju reynir aldrei að hugsa? Ég er bara svo hræddur að vera háður því. Viltu athuga hvort það hefur einhver lesið skilaboð inn á símsvaran fiblið þitt? Já, meina það. Ekkert mál. Þessi anskotans dónasímtöl sí og æ. Þá var drepið. Ekki þetta, þá var drepið á dyr. Nó, fyrirgefðu. Kom inn. Gott kvöld. Ert þú Harry Rögnvalds einkaspæjari? Það gæti hugsast, það fer eftir ýmsu. Já, eftir hverju fer það? Það fer til dæmis eftir því hvort þú ert að spyrja mig eða hann. Skrýttu inn fyrir. Já, takk.
Harry, ég að deyja. Já, og þá skaltu skríða hérna lengra inn ganginn. Þar útfararþjónusta. Mér tókst að flýja af Jómfrúarspítalanum. Þar sitt hvað á seiði. Seiðandi silungseiði seilist í geimi og síðan seitt með seiðmögnu seiði á seiðasafni á seiði... Hvað? Já, þetta bara talæðing sem kemur svo mála ekkert við. Haltu bara áfram og bjóðu þér kaffisopa. Nei, takk, það búið að taka úr mér magan og vélindað. Má það bjóða þér sígarettu? Nei, takk, það búið að taka úr mér lungun. Það má kannski bjóða þér að fletta klámblöðunum okkar? Nei, takk, það búið að taka af þér. Já, ég skil. En má það ekki bjóða þér að taka af þér? Nei, takk, það búið að taka nóg af mér. Nei, ég meina, viltu ekki fara úr frakkanum og hengja hann upp? Nei. Akkur ekki? Nei, af því þá veltur út úr mér það litla sem eftir að líffærunum í mér. Mér tókst að strjúka af skurðarborðinu meðan lækninn var að brýna. Og ég hafði engan tíma til að láta sauma fyrir. Já. Það skulum við halda áfram með söguna. Þú segir að á Jómfrúarspítalanum sé sitt hvað á seiði. Seiðandi silungs... Þegiðu Heimir. Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er, en fólk sífellt að hverfa, smátt og smátt, og eins og þið sjáið, þá orðið lítið eftir að mér. Þú verður að hjálpa mér, Harry, ég alltof ungur til að deyja. Hvað ertu gamall? 74. Mér finnst það nú ekkert vera... Já, þá ég alltof gamall til að deyja. Og hefurðu grun hver stendur fyrir þessu? Já, það er... Það er hann... Hver? Það er Jón... Jón? Nei, Jóna... Tannlæknir. Það er Jóna tannlæknir? Nei, það er hérna... Harry, maður getur alltaf andað. Ég ætla að hneppa frá hann á frakkunum. Nei, Heimir, nei, ekki. Nei, Heimir! Þetta er ekkert, mann, mér munar ekkert. Heimir! Svona? Nei! Heimir! Varst að kalla á mig, Harry? Maðurinn er dáinn, Heimir. Hvað ertu að meina þetta? Og hvað hefur að gera? Hvað heldur það, halvvitiðinn? Ég var að hringja á lögregluna. Auðvitað ekki, fíblið þitt. Hringdi skúringakonun í Kvelli. Innilvinn er út allt gólf. Harry hafði varla sleppt orðinu þegar Heimir rauk á dyr. Opna dyrnar, fíblið þitt. Fyrirgefðu. Þeim félagunum var ekki til setunar boðið, eða eins og Harry orðaði það. Heimir, okkur er ekki til setunar boðið. Og áður en langt leið voru þeir félagarnir staddir á Jómfrúarspítalanum. Já, Heimir, þá erum við staddir á Jómfrúarspítalanum. Ég veit það, sögum maður að vera að segja það. Og þá er bara næsta mál að hafa upp á Jónu tannlækni. Góðan dag. Get ég nokkuð aðstoðað ykkur? Já, við erum að leita stórhættulegum glæpamanni sem gengur laus hér á spítalanum. Var okkur það að klípa mig í handlegginn, Harry? Þegiðu, Heimir! Afsakið það. Hann félagi minn var bara að spauga. Við komum til að hitta starfsmann hér á spítalanum. Starfar hér kona sem kölluð er Jóna tannlæknir. Nú, kona? Já, okkur grunar nefnilega að hún standi fyrir alls konar skuggalegri starfsemi. Hvað okkur þetta að trampa á tánum á mér, Harry? Við þurfum að ná tali á þessari konu. Já, þú skal nú fá fyrir ferðina. Heimir! Já, kom nefnilega til okkar maður sem sagði okkur... Hvað týndum við þetta aftur, Harry? Hættu kjafti, Heimir! Og hér var því. Ég get sem miður ekki aðstoðað ykkur, herra mínir. Hér er engin Jóna tannlæknir. Ég skil, en hver ert þú annars með leyfi? Ég er Jóna tannlæknir. Einmitt, já. Afsakaðu ónæðið. Það var ekkert, afskafast þú mig giftilega yfir. Ég? Já, má ég aðeins líta á þig? Jónatan! Já. Við erum tilbúinir í aðgerðina. Já, gott, ég er að koma. Þetta er aðstoðarlæknar mínir, Kasper og Jesper. Við förum inn á skurðstofu, Jónatan. Já, gott, ég kem. Og voðan er kardimum með lyktir hérna, Harry. Það er eitthvað meira en lítið undarlegt á seiði á þessu sjúkrahúsi, Heimir. Ég ætli sé verið að baka. Sérðu þetta, Heimir? Hvað? Þetta sem liggur hér á gólfinu. Mér sýnist að vera vélinda. Jón, hvað er það að gera hér? Jónatan læknir misti það. Já, á ég að hlaupa með til þess? Býttu, Heimir. Hvað var hann að gera með vélinda fram á gangi? Og það eru allir með vélinda, Harry. Alveg sama hvort þú eru fram á gangi eða ekki. Heimir! Ég var að kalla mig, Harry. Gengur fólk yfirleitt með innifl í vasanum. Ég skil. Má ég þá núna fara og skila vélindanu? Nei. Jónatan læknir! Þegiðu, Heimir! Ok, Harry. Fyrirgefðu. Hvað var það sem þú sagði? Ég sagði bara fyrirgefðu, Harry. Nei, á undan því. Og undan því? Já. Þá sagði ég bara, ok. Nei, þar á undan. Ég sagði ekki þar á undan. Það varst þú sem að sagðir. Þegiðu, Heimir! Já, einmitt, svona. Þú sagðir Jónatan læknir. Þú sagði ég það. Skilur ekki, Heimir? Jónatan læknir?
Jónatan læknir. Já, eru þau þá hjón? Nei, sjáðu til. Við höfum verið að rekja vitlausar slóð allan tíman. Það er ekki Jónatan læknir. Það er Jónatan læknir sem er glæpamaður. Ég skil. Eru þau þá í þessu saman? Nei, fíflið þitt. Það er ekki til neinn Jónatan læknir. Nú, hvað heitir tannlækninni þá? Hvaða tannlæknir? Hún sem við erum að leita. Við erum ekki að leita neinum helvitis tannlækni, Heimir. Fjárhagsvesi. Ég var einmitt að fá tannpínu. En vorum við þá doblaðir, Harry? Heimir. Hvað, Harry? Hvað? Mér er illt. Já, en ef við ekki bara halda okkur við að finna Jónu tannlækni, þá getur við bara kíkt á okkur báða. Nei, mér er svo illt í maganum. Já, svoleiðis. Þá þýðir ekkert verið að fara til tannlæknis, Harry. Ég held þú vissi það. Harry. Það er ekki allt í lagi með þig, Harry. Harry. Hvað er að vera? Hann Harry félagi minn, hann datt bara í gólfið. Hvernig þá? Bara svona. Ég skil. Ég nægi lækni. Jónatan lækni! Nei, það þýðir ekkert að kalla í hana. Hann er ekki með tannpínu. Áttu við? Allt og flókið mál að fara að útskýra þetta. Var við að kalla mig? Já, þessi maður. Það mátti ekki aðskar svona, mér brá svo ég skar mig. Guð, hvað? Ég skara með stóru tanna. En það gerir ekkert til, ég gefur Jóninu það bara. Þá verður þetta alveg eins og í sögunni. Hvað er að? Þessi maður er sár því áður. Já, en hann er ekki með tannpínu. Hvað ertu að segja? Það var gaman. Má ég sjá, er þetta vont? Nei. Nei, er þetta vont? Nei. Er þetta vont? Gefa skýrsvör, er þetta vont? Er þetta vont, já eða nei? Já, ég skil. Botlangi, inn á skurðstofu með hann. Harry var umsvifað á laustu boraninn á skurðstofu og Heimir fylgdi vini sínum fast eftir. Á meðan bruggaði Jónatan læknir... Hvað er að þessi brugtæki að gera hér í miðju leikriti? Ertu ekki að segja ég var að brugga? Viltu leyfa mér að klára setninguna, mannfíla? Á meðan bruggaði Jónatan læknir launráð ásamt aðstoðarmönnum sínum þeim Jesper og Kasper. Við læður tættum laut og gil og leinda þræðum gönd. Já, nú er tækifæri, piltar. Við sláum 2 flugur í einu höggi. Losnum við þennan engaspæjara fyrir fullt og allt og getum þar að ekki afgreitt eina aukapöntun. Það er verið að káti fyrir austan þegar þið fá heilan skrokk í viðbót. Ekki veitir að vinnuaflinu. Já, er Það ákveðið. En hvað með Soffíu frænku? Það með hana. Hún er alltaf svo reið. Hvað kemur það málinu við? Ekkert. Mér fannst bara svona rétt að minnast á þetta. Á meðan reyndi Heimir að róa Harry. Hvað ert að gera, maður? Þú sagðir ég ætti að... Ég sagði að þú ættir að róa Harry, ekki að... Fyrirgefðu, manni getur nú misheyrst. Svona, Harry mín, þetta verður allt í lagi. Bráðum kemur Jónatan læknir og skerði þig. Þá líður við miklu betur. Nei, við skilur ekki, Heimir. Jónatan er glæpamaðurinn sem við erum að leita að. Nei, Harry minn, hann er ekki tannlæknir. Ég veit að fífliðinn. Getur ekki reynt að hugsa. Getur ekki reynt að leggja saman 2 og 2. Jú, ég skal reyna, Harry, býttu nú við. 2 og 2. Æ, komdu þér út, Heimir, ég verð að hugsa. Ég verð að fá ró. Það er ekkert mál, Harry. Hér er einn anskoti góð. Hérna á skurðbólinu. Góð hvað? Góð ró, ég skrúa hana bara. Nei, Heimir, nei. Nei, munar ekkert um það, Harry. Sko bara. Nei. Hérna er róin. Hvað getum við gert, Heimir? Ég er að hugsa. Fljótur, við höfum engan tíma að missa. Ég get ekki hleypt mig fyrir kvölun svo þú verður að finna lausnina. Hugsaðu, Heimir, hugsaðu. Aha, ég hef það, Harry. Hvað? Ég hef lausnina. Segðu það, Heimir, segðu það. Segðu það, Heimir. Það eru 4. Ha, hvað? Þú sagði mér að leggja saman 2 og 2 og það eru... Segðu það, Heimir. Ok, Harry. Fyrirgefiði, ég er bara komið með ílátin. Hvaða ílát? Ílátin undir sendinguna. Ég legg þau bara hér. Ég er búin að merkja þau. Bye! Hvaða sendingu var hann að tala um? Heimir! Þú sagði mér að þegja. Á ég þá ekki að þegja lengur? Nei, fíflið þitt. Og voðan er erfitt að gera þetta til hælis. Hvernig ílát eru þetta sem hjúkrunarkona var að koma með? Þetta eru svona alls konar dollur og kassar og svoleiðis. Býtu, já, svo eru merkimiðar á þeim öllum. Og hvað stendur á miðunum? Býtu, hérna stendur
lifur úr Harry Rögnvalds og hérna stendur 2 stykki lungur Harry Rögnvalds, hérna stendur 1 stykki lærleggur af Harry Rögnvalds. Bíddu, ég ekki búinn. Þetta bara eins og að lesa út á jólapakka. Hérna stendur... Heimir, maður þetta manninu sem kom á skrifstofuna til okkar í morgun. Já, það minnir mig á það. Ég glemdi að hringja í skúringakonuna. Heimir! Ég ætti vera reiður, Harry. Ég skal bara hlaupa beint í síma. Nei! Manstu ekki að maðurinn sagði að fólk væri sífellt að hverfa á spítalanum og að búið væri að fjarlægja flest líffærin úr honum? Jú. Þeir ætla greinilega að búta mig í sundur til að losna við mig. Þeir eru að koma, Heimir. Fljótur, gerðu eitthvað. Og hvað? Farðu í sloppinn sem fangir þarna. Til hvers? Þá halda þér kannski á sért læknir. Ertu komin í? Já. Harry, mér finnst þessi sloppur ekki fara mér nógu vel. Má ekki máta fleiri? Harry, ertu sofnaður? Jæja. Já, býttu við hvernig líður. Hver ert þú? Ég? Já. Ég er læknir. Nú já. Strákar, það er læknir hérna. Þið getið farið í kaffi, við rettum þessu treyð. Allt í lagi, við förum bara til pilsugerðarmannsins á meðan. Já. Jæja, læknir, þá drífum við í þessu. Er hann meðvitundalaus? Nei, hann er mjög meðvitaður. Já, það er nú kannski samt vísar að gefa hann sprautu. Komdu með sprautuna. Já. Sprautaðu í handlegginn. Ok. Handlegginn á honum, ekki á mér, svínið þitt. Ó, fyrirgefðu. Ég skal sko ganga frá þér, skepnan þín. Þú skalt ekki komast upp með þetta. Þú ertu búin að vera, ég skal... Skaltu hvað? Sko, það er dónaskapur að sofna í miðri setningu. Hvað er ég svona leiðilegur eða hvað? Hvað skeiði? Ég veit það ekki, Harry. Jónatan læknir bara, bang, sofna allt í einu. Mér er svo illt. Ég er að deyja. Hafið ekki áhyggjur, Harry minn. Ég skal bjarga þessu. Hvernig þá? Nú, ég verð bara að framkvæma aðgerðina. Ég er komin í slopp og allt. Þú getur ekki framkvæmt aðgerðina. Jú. Ég er alveg þaulu vanur í aðgerð. Hvar þá? Á Eskifirði. Var þar í frystihúsinu 2 ár. Þetta er ekki mál. Heimir! Sko, ég var bara spökulur í því, sko. Hvort ég ætti að byrja á því að hausa þig eða flaka þig. Heimir! Já, allavega best að ég slægi þig fyrst. Býttu við, það ætla bara að ná í hnífinn og stálið. Harry, hvað er liðið yfir þig aftur? Nú, jæja, ætla að sé í bónus hérna. Daginn eftir vaknaði Harry hress og endurnærður eftir aðgerðina. Og þannig lá sem sagt í öllu saman, Heimir. Þeir Kasper, Jesper og Jónatan voru litlu þorpi út á landsbyggðinni og þeim var farið að ábjóða svo fólksflóttinn til höfuðborgarinnar að þeir ákváðu að snúa þróuninni við. Þess vegna bútuðu þeir fólk í sundur og senduðu það í pósti út á land í litlum skömmtum og þar var það sett saman og notað sem ódýrt vinnuafl. En hvað verður þá um þá núna? Þeir verða látnir afplána dóminn heima hjá sér. Bastian bæjarfógeti kemur og sækir á seinnipartinn í dag. Ég veit ekki hvernig ég á að þakka þér, Heimir minn. Það var ekki. Jú, þú bjargaði lífi mínu. Þú stóðst þig frábærlega vel í aðgerðinni. Og það var ekkert mál. Ég bara tók botlangan. Mér þetta var ekki nema 1 hnífsbragð. Ég meira að sé með hann hérna, sjáðu. Heimir! Það kalla á mig, Harry. Þetta er ekki botlanginn! Þetta er... Ég er að hugsa. Svakamála leikhúsið flutti Svakamála leikritið meðal annara morða. Höfundar og leikarar voru Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason. Meðal annara morða var leikþáttur af Harry og Heimi. Missið ekki af næsta hluta Þjónað til morðs sem verður hér á Bylgjunni á sama tíma á sama stað á morgun klukkan 12:30, klukkan 12:30. Missið ekki af Harry og Heimi, Þjónað til morðs, morgun klukkan 12:30, 12:30.